Svona þetta á landsmótunum og heimsmeistaramótunum, þannig að þeir eru á leiðinni þangað ára langt líður, þannig að enn og aftur innilega til hamingju með daginn. Hægja niður og nú skulum við jafna bilinn. Nei, 8,6 fyrir ykkur. Jón Björnsson, framkvæmdastjóri fjórðungsmóts. Jú, fjórðungsmót Austurlands. Já. Það styttist í mót? Já, það er bara hálfur mánuður í þetta núna. Við byrjum 2. júlí á 5. daginn bara eftir rétt 2 vikur, þannig að þetta er að verða mjög stutt í þetta. Já. Og hversu erfitt er að skipuleggja svona mót? Það er bara ekkert mjög erfitt, skal ég segja ykkur. Svæðið þarna fyrir austan er ótrúlega þægilegt fyrir mót að halda, einhvern veginn svona frá náttúrunnar hendi, mjög auðvelt að halda mót þarna og gaman. Alveg harðsnúið lið þarna sem er að standa þessu móti, þannig að þetta gengur rosalega vel og þetta er bara ekkert nema gaman að standa í þessu. Þú ert búin að panta rigningur, það ekki? Nei, við leggjum náttúrulega inn gott orð fyrir gott veður, en ekki orðað þannig að það sé mesta líkur á landinu þarna fyrir gott veður. Já, er það ekki? Jú. Er ekki bara líklegt að Sunnlendinga fá það sólsting? Jú, ég held það. Það er sagt í gríni að menn þurfa að hafa með sér vel að sólolíu, það sé eina sem þurfa að ágjöra af. En auðvitað erum við háð veðri þarna eins og alls annars staðar. Það er mikið skjól þarna og þetta er langt inn í landi, þannig að svæðið er vel staðsett alveg sama hvaða vindurinn blæs. Segðu mér, þarna koma hestar af öllu í rauninni, hvað segjum við, drögu línuna við Akureyri og hvað? Nei, það reynum verið meira, við erum eiginlega að draga það Siglufjörður og síðan förum við alveg yfir á Kirkjubæjarklaustur og Vík, þau félögin þar, Kópur og Sindri, eru með líka, þau vildu endilega og við vorum bara mjög glöð að fá þau inn í þetta með okkur, þannig að þetta er nú eiginlega svona stoltið stór hluta landinu og mjög víðfeðmt svæði, þannig að það er að koma á öllu þessu svæði, það eru þeir sem eiga rétt á mótinu, en við erum líka með opnaflokka sem eru opnir alveg tölt, engin lágmörk og við keppum í 5 flokkum í tölti, við keppum í opnuflokki, áhugamannaflokki, ungmennum, úlingum og börnum og síðan er opið 100 metra skeið, það er opin stóðhestakeppni og síðan eru kynbótasýningar og ræktunarbú á mótinu og það er náttúrulega, þessi hross eru víða, öll kynbótarhrossin sem eru ræktuð af félagsmönnum á svæðinu hafa keppnisrétt á mótinu. Og þú segir að það sé opið þess að töltkeppnin og skeið fyrir alla og allir flokkar þar? Nei, já, í töltinu, já, og svo er bara 100 metra fljótandi skeið bara fyrir alla, það er bara 1 flokkur þar. Og hvað áttu von á mörgum keppendum og mörgum hestum og mörgum áhorfendum? Við svona lögðum upp með svona kannski 200, 250 til 300 hross, það er svona erfitt, það virðist nú vera að fjölga aðeins. Það er mjög mikil þátttaka í úrtökunum og þetta lítur mjög vel út og síðan vorum við svona gæla við að vera svona í kringu 1000 en 1500 væri alveg gjörlega frábært.
Og hvað svona, ef fjölskylda ætlar að fara, hvað verður skemmtidagskrá? Já, það er náttúrulega frábært tjálsvæði á svæðinu. Þau eru innifælin í miðaverðið á móti, þannig að það þarf ekkert að borga neitt ekstra fyrir þau. Og við verðum með svona gítarspil og hópsöng og brekkusöng og smá dansleik á laugardagskvöldinu og síðan verður settur upp svona smá barnaleikgarður þar sem við erum að reyna að fá geitur og kanínur og teymum undir á hestum og þannig að það verður mikið gert fyrir börnin líka. Þannig að það verður voðalega gaman að því sko. Og þannig að já, við ætlum að hafa þetta mjög skemmtilegt og gaman fyrir alla. Hvað kaupir maður með? Bara á staðnum. Já, maður bara mætir? Já, mætir bara á staðinn og borgar. Við erum ekkert einn ágjörð að verða uppselt sko. Það er nóg pláss. Þá kemur 5.000 manns, þá myndi það ekkert vanda okkur inn í vandræðinu og bara kannski með klósett. En svona ángríns, nei, það þarf ekkert að kaupa fyrirfram, bara mæta. Þannig að þú ert bara spenntur og verður fullt af Akureyringum, eða ekki? Jú, rosalega sterk úrtaka hérna hjá okkur í dag og mikið af góðum og jöfnum hrossum. Og og víða bara, nóg að topphestum og mjög sterk kynbátarhross líka. Þannig að já, ég held að þetta verði svona skemmtilegt mót, bæði verði hestakostur góður og mikið í boði, sko. Já, þetta verður spennandi, Jón. Já, þakka þér fyrir. Við sjáumst bara fyrir austan og gangið vel við rest af undirbúningi. Þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir spjallið.